En hér nefnilega annað, þessu var nefnilega líka hent út af pappatips, bara vegna þess að þeim líkaði ekki það sem þeir voru að sjá þarna. Og það var þannig að þetta setur inn aðili að nafni Arnar Arnbjarnarson og hann setur inn post hérna honum var líka hent út þangað til að hann hafði samband ásamt öðrum við stjórnendur grúppunar og benti á að þetta væru einfaldlega óhrekjanlega tölur í þessu tilfelli. Þetta eru tölur sem standast einfaldlega alla skoðun sem þú reynir að setja á þær og alla gagnrýni sem að það hefur engum tekist að hrekja þessar tölur, enda þetta bara stöðst þarna við opinbera tölur. Ég ætla bara að lesa upp fyrir ykkur hérna sem að setja upp. Í tilefni dagsins, degi vitundavakningar sjálfsvíg, vil ég benda á að 65% allra sjálfsvíga eru framin af feðrum barna undir 18 ára aldri. 2500 feður fá ekki útborguð laun vegna meðlagsskulda og miklu fleiri hafa mist heilsuna og eru því öryrkjar. Allt þökk sé fjölskyldubótakerfinu sem drepur alla venjulega menn. Stærðargráðan í fjölda feðra og barna jafnast á við Reykjanesbæ. Eitthvað til að hafa í huga. Þingkonan okkur hefur lagt til sérstaka skattaafslætti fyrir foreldra til að eignast fleiri börn sem göfugur málstaður, en í tilfelli einstæðra foreldra ætti skattaafsláttur að flytjast á foreldri sem tekur meðlög. Einstæðra foreldra, já. Meðlög, barnabætur og mæðralaun. Þingkonan sem leggur þetta til segir að feðurnir framfleyta ekki börnunum sínum og eigi því ekki að geta fengið skattaafslátt. Í barnalögum þó skýrt að báðir foreldra framfleyti börnunum sínum. Hvert fara þá meðlögin ef þau eru ekki til þess? Ef þið hafið skoðun á því sem Diljá segir þarna, ekkert að því að segja henni frá því. Og hann bendir svo á Facebook-post sem ég ætla að taka fyrir næsta þætti. Nýlega voru skólamáltíðir í grunnskólum gerðar gjaldfrjálsar fyrir lögheimilisforeldri án þess að meðlögin lækkuðu. Fjölskyldur eru jafn ólíkar og þær eru margar. Og ég tók því dæmi 3 börn sem hafa öll lögheimili hjá móður, eins og í flestum tilfellum, í cirka 90% tilfella ef maður skjáttlast ekki. Jöfn laun, jöfn umgengni, báðir foreldrar í leiguhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu og þurfa því frekar stórt húsnæði, 4 svefnherbergja, sem getur kallað þetta aðskilnaðarstefnu. En allavega setur hann hérna upp dæmið. Hérna eru mæður versus feður. Þegar fólk skilur verða til 2 fjölskyldur úr einni fjölskyldu. Önnur fjölskyldan er með móður sem fyrirvinnu og hin með föður sem fyrirvinnu. Fjölskyldubótakerfið meðhöndlar þessar 2 fjölskyldur með ólíkum hætti. Og nú skoðum við bara laun sem báðir aðilar eru með. Það gert bara þarna ráð fyrir jöfnum launum. Laun fyrir skatt 1161.000 og mér minnir að þessi tala sé lögð þarna fram vegna þess að þetta talan sem þú þarft til að þurfa að borga 2-falt meðlög með 3 börnum. Það eru viðmiðunartölur nefnilega þau laun sem þú þarft að hafa svo þú þurfur að borga slík meðlög ef að lögheimilisforeldri fer fram á það. En ok, 1161.000 krónur. Það þýðir að eftir skatt hafa báðir foreldrar 748.245 krónur úr að moða. Ráðstöfunartekjur með öðrum orðum. Leiga 400.000 krónur. Þetta sett, sem náttúrulega bara bíluð upphæð, en þetta samt sett fram með viðmiðunarverð á húsnæði af þessari stærð á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðisbætur sem báðir aðilar myndu fá væru 45.258 krónur. Sem þýðir að eftirstanda af þessum 1161.000 krónum 354.742 krónur sem ráðstöfunartekjur fyrir báða aðila eftir að búa að borga húsnæði. Svo kemur fjölskyldubætur, þar fær móðir barnabætur 94.143 krónur, meðlög 276.882 krónur og mæðralaun 90.577 krónur. Þessi meðlög eru enn og aftur, þau eru reiknuð miðað við launatöluna því að þarna reiknað með því þetta eru launin sem að faðirinn þarf að hafa til að þurfa að borga 2-falt meðlag og sem gerir það að heildarmeðlagið með þessum 3 börnum 2-falt verður 276.882 krónur. Ok, faðirinn hins vegar,
Hann fær 0 krónur í barnabætur, hann fær 0 krónur í mæðralaun en af honum dragast 276.882 krónur vegna meðlaga. Þannig að til ráðstöfunar eftir húsnæðiskostnað og þegar þú ert búin að taka inn í allt annað, þá stendur móðurinn eftir með 785.000, ég ætla að námynda þessar tölur, 785.000, en faðirinn stendur eftir með rétt rúmlega 115.000 krónur. Þetta er ansi mikill munur. Þetta er munur upp á yfir 600.000. Sem er ráðstöfuna, og þetta er með að við báðir aðalega sem er jafn mikið laun. Og þannig að þetta bara það að lögheimilið sé skráð hjá þessum aðila, þetta er með að við allt annað sé jafnt. Þetta er bara því að lögheimilið er skráð hjá þessum aðila, sem er gert í næstu í öllum tilfellum, að þá myndast yfir 600.000 króna ráðstöfunartekjumunur. Og ég veit að það kostar að hugsa börn, já börn sjálfur. Þetta er ekki reikningur upp á 8-10 milljónur á ári. Það er alveg glórulaust. Við skulum kíkja á sum kommentin sem við sjáum hérna á Pappatips. Einn hérna biður að langar að sjá dæmi að sem foreldrar eru með cirka 400.000 minna í launamánuði og því er svarað og það kemur ennþá verra út. Þannig að við þurfum ekkert eins kannski við kíkjum bara á það. Þannig lítur þetta út að ef fólk er með 400.000 krónur minna á mánuði, þá stendur konan uppi til ráðstöfunar eftir allt saman með 415.000 og faðirinn með 172.000. Þannig að eina sem gerir þarna er að ráðstöfunartekjur konunnar minnka. Og þetta enn og aftur, þetta er óréttlætið og fáránleg heitin við þetta kerfi sem var sett á hérna, sem að þýðir það bara að þú ert með lögheimilið, þá ertu í mun betri málum heldur en hitt og það er eini munurinn hvar þetta lögheimili skráð sem er náttúrulega bara gjörsamlega út í hróahött og þarna ertu líka búin að gefa fólki mjög sterkan fjárhagslegan hvata til þess að vilja fá lögheimili sem að konan fær eiginlega alltaf. Þannig að þú ert búin að búa til sterkan fjárhagslegan hvata fyrir þann aðila til þess að krefjast þess að fá lögheimili og skipta ekki á milli sín. Og hér kemur náttúrulega mjög áhugaverður maður Haukur Bragason kemur hérna með bombu. Þetta er áhugaverð stærðfræði, virkilega magnaðar reikningskúnstir og forsendur, segir hann. Og honum er svarað hérna, engin rökstuðningur, bíð spenntur. Og Haukur svarar, það er ekki möguleiki að ég eyði tíma í þetta, þeir sem sjá, sem vilja og skilja. Og Haukur er náttúrulega þarna að segja að eins og hans rök virðast ævinlega vera, þetta er allt innihaldslaust þvaður sem kemur frá honum því að það kemur aldrei rökstuðningu fyrir af hverju þetta er rangt. Þetta kemur að því að þetta leggst illa í hann og þess vegna verður hann verður að lash out eins og svona reiðir menn gera og vonast til að vekja svona slæmar tilfinningar gagnvart þessu því að hann getur ekki hrakið þetta með neinum efnislegum eða málefnalegum rökum. Og þá er honum svarað, nei, bara rífa sig og segja nei, ég er með aðra siðferði og veit allt betur, en ég bara nenni ekki að rökstyðja mína skoðun, glórulaust. Og hann spyr, er það ekki svona sirka það sem þú ert að gera? Og maðurinn svarar, nei, þú tjáði þig með háði útreikningana en neitar að rökstyðja hvað er rántið á, því þetta er ekki eitthvað siðferðisleg spurning, þetta er einhvern starffræði. Þannig að ef þú ert komin á þann stað að þú ert að hrekja starffræði, þá er alltaf ætlast til þess að þú sýnir af hverju starffræðin er röng. Starffræði er nefnilega hægt að sanna með ófrávíkjanlegum hætti. Það er það fallega við starffræði. Og Haukur svarar, þetta er alls ekki appeal to emotion. Það sem þú ert að gera heitir eins og appeal to ignorance. Lestu þig til það, trú ekki að reynda að spila ballas í spilunum í þessari ræpufræðir. En það helst enga síður þarna í hendur að hann er ekkert að hrekja, getur ekki hrakið þetta, en hann langar greinilega rosalega mikið til þess og það þarf enginn að segja mér að Haukur Bragason myndi ekki gera það ef hann gæti það. En hann getur það ekki, því það getur það enginn. Þetta eru bara óhrekjanlegar tölur. Og þess fyrir þetta var honum Arnari hent út af Pappatips og færslan fjarlægð þar til að hann benti þessum mönnum á
að þetta væru tölur, þetta væri einfaldlega bara staðreyndir. Þetta væri ekki eitthvað sem að þyrfti að vera með skoðanir á eða eitthvað álit á. Þá var honum hleypt inn aftur.